Góði gestir, ég býð ykkur öll innilega velkomin til þessa viðburðar í fyrirlestrarröð Háskóla Íslands, Háskólinn og samfélagið. Markmiðið með fyrirlestrarröðin að fjalla á þessu og næstu misserum viðfangsefni sem í brennidepli í samfélagsumræðunni og þar með framfylgja einu lykilstefi stefnu Háskóla Íslands 2016-2021, HÍ 21, en einkunnarorð hennar eru öflugur háskóli, farsælt samfélag. Heiti þessarar fyrstu lotu fundaraðarinnar best fyrir börnin og kastljósinu beint að velferð barna og ungmenna. Samtals boðið upp á 6 viðburði á þessu vormisseri og þetta sá síðasti að sinni. Viðburðirnir eiga það allir sameiginlegt að í þeim fjallað málefni varða börn og ungmenni, svo sem andlega líðan, hreyfingu, svefn, hugmyndir útlit, læsi, mataræði, félagsleg samskipti og íþróttaiðkun. Á viðburðunum stefnt saman vísindamönnum Háskóla Íslands og fagfólki víða að úr samfélaginu sem vinnur með börnum og ungmennum. Óhætt að segja að þetta framtak hafi mælst vel fyrir og hafa viðburðirnir verið mjög vel sóttir. Sýnir þetta ljóslega að það bæði þörf og áhugi meðal fagfólks og almennings á rannsóknum og miðlun þeirra, fræðslu og að fólk ræði saman mikilvæg samfélagsleg málefni líðandi stundar og leiti hagnýtra lausna til að styðja einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið í að tryggja velferð barna og unglinga. Það ánægjulegt að segja frá því að fyrirlestrarröðin best fyrir börnin var fyrir skömmu tilnefnd til foreldraverðlauna samtakanna heimilis og skóla. Viðfangsefni okkar hér í dag að leita svara við spurningunni hvernig unnt sé að viðhalda félagslegu og uppeldislegu gildi íþrótta fyrir börn og ungmenni og stuðla leið að áframhaldandi góðum árangri íslenskra íþróttamanna. Í stuttu máli hvernig við getum viðhaldið gleðin í íþróttum á tímum vaxandi áherslu á afreksmennsku. Sterk félagsleg og uppeldislega gildi í íþróttastarfi eftirtektarverður árangur íslensks íþróttafólks á alþjóðlegum vettvangi og MeToo-hreyfingin dæmi áhrifavalda sem gera að verkum að íþróttir á Íslandi standa á vissum tímamótum. Hver þróun íþróttanna verður á komandi árum mun meðal annars ráðast af afstöðu okkar til þessara þátta og hafa veruleg áhrif á upplifun og reynslu barna og ungmenna af íþróttastarfi. Hjá okkur hér í dag 3 sérfræðingar sem ætla að fjalla þetta efni frá ýmsum hliðum. Fyrstur tekur til máls Viðar Halldórsson, dósent í félagsfræði við Háskóla Íslands og mun hann ræða skipulag, áherslur og stöðuna almennt í íþróttastarfi á Íslandi og þær stóru áskoranir sem íþróttastarfið stendur frammi fyrir og þau tækifæri sem í þeim felast. Næst tekur Gunnar Valgeirsson, prófessor við California State University í Bandaríkjunum til máls og mun hann fræða okkur skipulag íþrótta í Bandaríkjunum í samanburði við Ísland. Þriðja og síðasta erindið flytur svo Stefán Arnarsson, íþróttastjóri KR og þjálfari nýkrýndra Íslandsmeistara fram í handknattleik kvenna og ætlar hann að segja okkur frá reynslu sinni af því að samræma uppeldis og afreksáherslur í þjálfun. Áður en ég gef fyrirlesurunum orði vil ég benda á að gestir eru hvattir til að taka virkan þátt í fundinum, auk þess sem upptaka af honum verður gerð aðgengilega að honum loknum á vef Háskóla Íslands undir titlinum Háskólinn og samfélagið, sem sagt á hi.is. Ég ætla ekki að hafa þessi inngangsorð fleiri en býð Viðari Halldórssyni að taka við. Gjörið svo vel. Jæja, komið sæl. Gaman að sjá ykkur. Takk fyrir að koma. Ég heiti Viðar og við ætlum að hafa þetta kannski aðeins óhefðbundnara heldur Jón Atli gat kynna. Ég starf í háskólanum, ég ljón, systir mín alltaf minna mig á þetta, þannig ég vil vera mest í sýslasunu. Þannig ég fekk þessa 2 heiðursmenn með mér og
í staðinn fyrir að ég sé með erindi og klári það og þið klappið og svo kemur Gunnar og klára sitt erindi, þá erum við hérna svolítið eins og lið, sko. Og hérna þegar Gunnar kemur á ákveðnu tímapunkti og kemur með ákveðna punkta, þannig ég byrja inn á, þeir á varamannabekknum, svo kemur Gunnar inn á eftir og ég fer á varamannabekkin og svo kemur ég aftur inn á, svo kemur ég og Stefán og vinnum þetta svolítið saman. Þannig við ætlum að prófa þetta til að fá okkur svona heildræna umræðu og eins og ykkur sagði, það er ekkert víst að þetta klikki. Þannig að við ætlum að reyna að skoða þessi mál. Já, þessi fundur er fyrst og fremst og sett upp kannski til að vekja okkur aðeins til umhugsunar íþróttastarfið og hvar við stöndum. Árangurinn er búinn að vera mikill, ákveðnar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir og einnig ákveðin tækifæri. Þannig að við ætlum bara að nálgast þetta einhvern veginn þannig. Efni dagsins, önnur íþróttatenging, takið eftir, fara fyrst yfir stöðuna, hver er staðan í íþróttamálum Íslendinga í dag og hver er staðan og hvernig lítur þetta út. Einnig svona, hvað þurfum við að verja, hverjar eru áskoranirnar og hætturnar kannski sem við stöndum frammi fyrir, þannig að við þurfum að kannski verja einhver gildi og eitthvað sem við erum með í starfinu. Og svo er einhver sóknarfæri, við þurfum að sækja á einhverjum krafti á ákveðnum stöðum til að gera þetta ennþá betra og það er ákveðin sóknarfæri í öllu þessu. Þannig ég ætla að byrja að setja þetta kannski pínu vítt samhengi, stórt samhengi sem félagsfræðingur, þá er ég að skoða strúktúra og hvernig svona hið formlega skipulag hefur áhrif á viðhorf og gerðir og hegðun einstaklinga og allt þetta. Þannig að svona setja þetta í svolítið víðara samhengi. Þrátt fyrir þessi fundaröð snúi að hvað er best fyrir börnin, þá er ekki nóg að mínum mati að skoða bara barn- og unglingastarf. Við þurfum að skoða afreksstarfið samhliða. Vegna þess að afreksstarfið og hvernig gengur því, það hefur áhrif á hvernig barn- og unglingastarfið mun þróast og hvaða gildi verða í því á komandi árum. Og þegar við farum á miklum árangri í íþróttum, þá eru kannski ýmis gildi sem smitast úr afreksstarfinu niður í barn- og unglingastarfið og við þurfum að meta hvort þau eru æskileg eða ekki. Að sama skapi er árangur íþróttafólks og árangur landsliðanna okkar til dæmis, hann er afrakstur af barn- og unglingastarfinu að miklu leyti sem að skapar ákveðin grundvöll, kennir ákveðna hegðun og hefur áhrif á hvernig svona leikmenn alast upp og hvernig þeir hegða sér, hvernig við spilum íþróttir, af hverju við spilum íþróttir og svo framvegis. Þannig að íþróttir á Íslandi fara fyrst og fremst fram í þessu skipulega íþróttastarfi og markmið og hlutverk íþróttafélaga eru tvenns konar. Það er annars vegar áhersla á afrek og keppni, þar sem við erum að þjálfa iðkendur í færni og það er keppt alveg niður í yngstu aldursflokka, meira þess að veita verðlaunum, veit ekki hvað og verið að leitast eftir árangur í keppni. Á sama tíma eru ríkar áherslur á uppeldis og svona uppeldisgildi starfsins. Auka félagsfærni, hjálpa börnum og iðkendum að aðlaga samfélaginu, tileinka sér góð gildi og svo framvegis. Þannig að íþróttastarfið byggir á þessu tveimur þáttum og þessi mynd hérna á að sýna kannski svolítið þetta sameiginlega. Þetta er einhver 11 ára strákar í keppa í fótboltamóti og við sjáum hérna það er vítakeppni. Bara hvort liðið vinnur, það er vítakeppni, verið að setja það á punktin í þessar keppnisaðstæður, sigra eða tapa. En að sama skapi þá er einhver félagsleg samkennd sem hér er, þjálfarinn heldur utan strákana og það er einhver svona tengsl sem myndast. Og mér finnst þessi mynd svona svolítið lýsandi yfir íþróttastarfið að hún á að sinna þessum tveimur þáttum, annars vegar afrek og keppni og hins vegar uppeldi og einhvers konar félagsfærni. Ég ætla að halda því fram á hana lengri haldið og það er kannski grunnpunkturinn í þessu að núna þessi missirinn þá er svona nokkuð konar gullöld íslenskra íþrótta. Ég ætla að halda því fram og ég ætla að færa rök fyrir hérna eftir. Og það sem við erum að ná árangri bæði í keppnislutanum, landslið, golfvarnir okkar, sundfólki og svo framvegis og við erum líka að ná árangri í uppeldislutanum. Íþróttaþátttaka hefur aldrei verið meiri og ég vil segja að það sé svona ákveðin gullöld íslenskra íþrótta. Og af hverju er hún? Jú, ég ætla líka að halda því fram að það er vegna þess að við höfum skipulag í barn- og unglingastarfinu sem er að mörguleyti einstakt. Það er mörguleyti einstakt. Það hefur ákveðin sérkenni og íþróttir eru ekki uppbyggðar með þessum hætti í neinum löndum í kringum okkur, nákvæmlega sama hætti og við erum að byggja þær upp. Og það til ég að sé mikill kostur og það til ég að sé grundvöllurinn af árangrinum á
á báðum þáttum. Jæja, við byrjum á afrekskaflanum. Við höfum séð það á undanförnum árum að þessi íslensku íþróttamenn, hvort sem eru landslið í hópíþróttum eða í golfinu eða sundinu eða frjálsum eða hvað þetta að við erum að vekja mikla athygli, við erum að ná miklum árangri. Og þetta er svona tiltölulega nýtilkomið að við séum að ná árangri á mörgum vígstöðum á sama tíma. Og ég gerði á þessu greiningu í þessari bók sem ég skrifaði sem heitir Sport in Iceland, How Small Nations Achieve International Success, þar sem ég gerði svolítið grein fyrir þessu. Það er mikill árangur fyrir smáþjóð að komast á stórmót í hópíþrótt. Og frá 1958, þegar handboltalandslið okkar komst á fyrsta stórmótið, þá var eingöngu handboltalandslið karla í hálfa öld, frá 1958 til 2008, þá var eingöngu handboltalandslið karla sem komst á stórmót í íþróttum. Frá 2008 til 2018, þá var handboltalandsliðið silfur á Ólympíuleikum, hópfimleikaliðin unnu 2 Evrópumeistaratitla, kvennalandslið í fótbolta er búin að fara 3 stórmót, kvennalandslið í handbolta fóru 3 stórmót, karlalandslið í körfubolta fóru 2 stórmót og karlalandslið í fótbolta fóru 2 stórmót. Þetta gerist allt á síðustu 10 árum. Við erum að ná árangur í öllum okkar vinsælustu hópíþróttum á sama tíma. Og þess vegna segi ég að það er svona hálfgerð gullöld eða áratugur íslenskar íþrótta þessi misserinn. Og þetta hefur vakið heilmikla athygli eins og við vitum og fjallað þetta í öllum stærstu fjölmiðlum heims og sérstaklega knattspyrna karla sem vekur athygli á þessu og þetta vekur bara heilmikla athygli hvernig getur þessi smáþjóð á þessum árangri. Þetta vitum við öll, sko. En þetta er kannski merki það að afrekshluti íþróttastarfsins, hann er að skila sér og við erum að gera þar mjög góða hluti í þessu samhengi. Við erum að gera eitthvað rétt. Á hinn bóginn, með uppeldishlutann, þá eru ákveðin tækifæri í íþróttastarfinu sem að margir hafa svona bent á. Þetta er yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 2003, þar sem talaði að íþróttir skapa vettvang fyrir iðkendur til að tileinka sér aga, bæta sjálfstraust, þjálfa leiðtogafærni sem á að kenna grundvallargildi eins og umburðarlyndi, samvinnu og virðingu. Íþróttir kenna iðkendur gildi þess að leggja sig fram og takast á við sigur og ósigra. Og í þessari yfirlýsingu kemur fram að það er ákveðið svona tækifæri í íþróttunum að hafa áhrif á ungt fólk. Að móta það, kenna þeim góð gildi, góð vinnubrögð, kenna þeim að vinna saman í hóp, kenna þeim að takast á við sigur og ósigra, kenna þeim að leggja sig fram til að ná árangri og svo framvegis. Og þetta er það sem við höfum gert undanförnum árum. Og Þórólfur Þórlindsson, fyrrverandi prófessor hér í félagsfræði, einn af aðalhvatamönnum þess hérna á 9. og 10. áratugnum að íþróttir hefðu eitthvað gildi. Og hann og Inga Dóra Sigfúsdóttir á rannsóknum og greiningu hringdu þess á stað, þessum ungt fólkkönnunum sem hafa sýnt þetta trekk í trekk að íþróttafélögin eru svolítið að sinna þessu hlutverki og þeir sem taka þátt í íþróttum á þessum forsendum þau svona íþróttirna hafi einhvern jákvæðan ávinning fyrir iðkendur sem og nærsamfélagið og þetta var rannsóknir sýnt okkur trekk í trekk. Dæmi þetta, já, þetta er líka alveg eins og með afreksíþróttirnar og fótboltalandslið okkar farið að vekja bara mikla athygli. Það koma hérna blaða og fréttamenn frá öllum heimshornum í hverju einustu viku, nánast einhverjum einasta degi koma til Íslands til að skoða árangur karlalandsliðs í fótbolta og árangur Íslands í íþróttum. Og ég er búinn að sjálfur bara þekkja þetta margir hérna, ég er búinn að fara í félögin og tala við fullt af fólki, búinn að tala við fréttamenn frá öllum heimshornum. Frá Hong Kong og Ástralíu og Japan og ég veit ekki hvað og hvað. Það er allir að spyrja þessar spurningar, hvernig getur Ísland verið með þetta afreksstarf. En þetta á líka við með uppeldisstarfið. Og við höfum orðið var við það að það er mjög mikið verið að skoða núna hvað er Ísland að gera, hvað er þessi íslensku íþróttafélög að gera við varðandi uppeldisstarfið. Það sem að þessar niðurstöður úr þessum rannsóknum sem ég hef meðal annars tekið þátt í ásamt Þórólfur, Ingu Dóru og mörgum fleiri hafa sýnt það ítrekað og fólki þykir þetta merkilegt og þannig að fólk er að fara að skoða þetta líka. Þannig við erum að gera eitthvað rétt í afrekshlutanum og uppeldishlutanum. Og bara sem dæmi þetta, áfengisneysla ungs fólks, það er ekki bara íþróttafélögin skipta máli, það eru margir sem hafa lagt hönd á plóg, íþrótta- og tómstundaráð og áfengisvímuvarnaráð og allt þetta sem hefur gert að verkum að unglingadrykkja hefur snarminnkað á síðustu 20-30 árum, alveg bara stöðugt. Og íþróttirnar hafa átt sinn þátt í því eins og margir aðrir. Og hérna er mynd, þetta eru rannsókn eftir mig og Þórólfur og Ingu Dóru 2014 sem sýnir áfengisneyslu
Og hún svona sett fram til að illustrera kannski hennan punkt með mikilvægi íþróttafélagana sjálfra. Áfengisneysla, bláu súlurnar, það íþróttaiðkun í íþróttafélagi. Hérna þeir sem stunda aldrei íþróttir í íþróttafélagi, 1 sinni til 3 í viku og 4 sinnum oftar. Eftir því oftar hún stundar íþróttir í íþróttafélagi, því minni líkur eru á að krakkarnir drekki áfengi. Það sem áhugavert og athyglisvert við þessa mynd, að þeir sem stunda íþróttir utan íþróttafélaga, það rauða súlan, eru jafnvel líklegri til að drekka áfengi en þeir sem aldrei stunda íþróttir, eftir því sem oftar sem stunda einhvers konar íþróttir utan íþróttafélaga. Það að segja, fara á líkamsræktarstöð, leika sér í körfubolta með vinunum eða hvað þetta nú sem segir okkur svolítið hvernig þetta formlega starf og formlega skipulag, hvað það skiptir máli. Vegna þess að það í því felst einhver saga, einhver gildi, einhverjar hefðir og eitthvað taumhald. Foreldrar taka þátt í starfinu, það eru þjálfarar sem eru jafnvel menntaðir og svo framvegis. Þannig að því ekki bara að íþróttir séu góðar í eðli sínu, það bara hvernig starfið skipulagt og hvaða gildi eru í starfinu. Þetta sett líka, við björum okkur saman við önnur lönd. Hérna mynd frá Youth in Europe rannsóknunum sem sýnir Reykjavík, þetta gerð meðal einhver 20 og einhverja borga í Evrópu. Og hérna sjáum við munin á Reykjavík, íþróttum í Reykjavík, íþróttafélögum í Reykjavík og í þessum 20 eitthvað borgum. Miklu minni áfengisneysla hérna á Íslandi meðal krakka í 8. til 10. bekk og hún minnkar eftir því sem oftar krakkarnir stunda íþróttir í íþróttafélagi. Þetta ekki staðan í borgunum í kringum okkur. Það sem áfengisneysla ennþá há og það engin sérstök tengsl milli íþróttaþáttöku í íþróttafélögum víða í kringum okkur og áfengisneyslu. Þannig íþróttafélögum í Íslandi og þetta skipulag sem við höfum og byggjum á, það virðist kenna ykkur gildið að hafa eitthvað í för með sér, eitthvað aðhald, taumhald, eitthvað jákvætt sem gera það verkum að það einhvers konar uppeldisleg gildi og minni áfengisneysla og svo framvegis. Þannig að við erum að ná ótvíræðum árangri þessa stundir, bæði í afrekshlutunum og uppeldishlutunum, hvað þetta varðar. Og það á mikið til rætur í skipulaginu okkar. Við erum með svokölluð hverfa íþróttafélög sem eru, ég kalla bara samfélagsfélög. Þau eru í hverfunum, þau eru í nær samfélaginu, nær umhverfi barn og unglinga og eiga að sinna þessum hópi fyrir fjölskylduna, fyrir foreldrarna sem eru að vinna langa vinnudag og allt þetta og endur eru íþróttir niðurgreiddar af bæjarfélögum til dæmis með frístundastyrkjum og alltaf vegna þess að þau eiga að sinna einhverju jákvæðu og góðu hlutverki. Í þessum íþróttafélögum sameinast þessar tvær megináherslur, afrek og uppeldi og þetta það sem svolítið einstakt og sérstakt við íþróttastarfi í Íslandi. Við erum ekki að slíta afrekshlutan og uppeldishlutan í sundur eins og við gert nánast allstaðar annars staðar. Í öllum löndum í kringum okkur, öllum stærri löndum, öllum löndum sem við erum að keppa við, þá kannski einhvers konar íþróttastarf í hverfunum í nærsamfélagi krakkana, þar sem að foreldrar eru að þjálfa, en það einnig einhverju atvinnumannalið sem koma og fara að taka efnilegustu leikmann og setja þá í eitthvað sér prógram. Það annarkvort afreksíþróttir eða uppeldisíþróttir. Við slítum þetta ekki sundur, við höldum þessu saman og mér finnst það mjög mikilvægt og kemur kannski betur á því hérna eftir. Skipulag í Íslandi líka verið með fjölbreyttar íþróttir, við leggjum áherslu á að krakkarnir stundi fjölbreyttar íþróttir, við höfum gert það í gegnum tíðina. Ég með einhverju tölur sem sýna það frá ISÍ að 10 ára krakkar stunda meðaltali svona 1,6 til 1,9 íþróttir á sama tíma. Kannski hátt í 2 íþróttir, 10 ára krakkar. Þegar krakkarnir orðnir 16 ára, það eru svona 1,3–4 íþróttir sem krakkarnir stunda. Þannig að krakkar eru almennt kannski að stunda meir en eina íþrótt á yngri árum og þetta ekkert endilega annars staðar. Við erum með þjálfara sem þjálfa, sem hafa það einhvers konar menntun og þekkingu meðan við erum með foreldra sem þjálfa við annars staðar. Það allir með, þetta þetta uppeldi og afrek. Það allir með, það geta allir æft, allir vera með. Ef ég 18 ára og hef enga færni í körfubolta, ég get samt alveg æft og mætt á saumaæfingu og þá sem frábær og við bara komin í landsliðið. Það einhver getuskiptingar abbi og séli en það fá allir æfa. Við erum ekki með einhver kerfi sem útilokar einhverja krakka að því þeir eru ekki nógu góði. Það mega bara allir vera með upp á ákveðnum aldri og þetta líka bara pínu einstakt. Það sem afrekshlutin og uppeldishlutin helst hendi hendur. Vinirnir mynda sambönd, vinasambönd og við náum að halda öllum íþróttum lengur en í skipulagi sem slítur út í sundur. Tengsl við skóla
oftast mjög góð, þar sem að krakkarnir fara í íþróttir strax til skóla. Það eru sumum stöðum jafnvel yngstu krakkarna að fara rútur með krakkarna úr skóla beint í íþróttir sem framvegis, þannig að við reynum að halda þessu saman. Það er mjög jákvætt. Þátttaka foreldra, náttúrulega mjög mikilvæg, sjálfboðaliðastarfið og allt þetta. Og þannig haldast foreldrarnir inn í starfinu, hefur mikil áhrif á uppeldisgildinu og vímuefnaneyslu og allt þetta. Mikilvægt fyrir íþróttirnar, myndast ákveðin félagsauður í kringum íþróttafélögin, áhugamál barnanna okkar, framvegis. Og iðkendur fá ekki allt upp í hendurnar, sem að mér finnst persónulega mjög gott. Ég held að það sé ekkert gott ef allir færi að æfa í einhverjum knattspyrnuhöllum allan ársins hring og hérna eru strákarnir mínir að koma eins og veðurfarið núna, þeir koma hverjum einasta degi, alveg veðurbarnir inn eftir að hafa barist við vindinn og rigninguna trekk í trekk og ég held að það sé bara gott mál. Það er svolítið. Einnig það með að fá ekki allt upp í hendurnar, við erum með yngri landslið í íþróttum. Körfubolta, handbolta, hópfimleikaliðin til dæmis þurfa að safna sjálf fyrir ferðunum sín. Þannig krakkar sem jafnvel í landsliðum þurfa að selja klósettpappír eða bóna bíla eða safna flöskum eða eitthvað sem bara mjög jákvætt að því leyti að þetta lærum við eitthvað. Við þurfum að hafa fyrir hlutunum og fá ekki allt upp í hendurnar. Ég held að það sé mjög góð gildi líka í íþróttahreyfingunni sem að íslenskt íþróttastarf byggir svolítið á. Og punkturinn sem var kannski komað að við erum ekki með nein atvinnumannalið sem slík. Við erum ekki með hverfisfélögin, svo erum við með eitthvað sérlið sem kemur og tekur efnilegustu leikmennina, setur þá bara í sérprógram og ætlar að hámarks árangri með þá. Þetta eru bara allir saman. Og það er þetta sem er sérstakt í íslenskar íþróttir. Það eru margar þjóðir með hverfislið og allt þetta, en það eru alltaf einhverju atvinnumannalið sem koma og pikka út efnilegustu leikmennina og setja þá í eitthvað sérprógram. Við erum ekki með það og það er nánast einstakt að það sé ekkert slíkt í gangi. Og svo erum við með önnur form íþróttaþátttöku, hreyfingu, alls konar líkamsræktarstöðvar og hreyfing sprettur upp hér og þar sem að sinnir öðrum þörfum í þessu kerfi. Þannig að, og við sjáum það þessu tengt að íþróttaþáttaka hefur aldrei verið hærri en akkúrat núna. Aldrei verið hærri. Við sjáum það að 90% allra barna æfa í íþróttafélagi einhvern tímann á lífsleiðinni. Hérna eru tölur frá krakkar í 9. og 10. bekk og hérna sjáum við bara þróunina frá 1992. Þetta eru þeir sem æfa einu sinni í viku, einu sinni oftar, fara úr 40% í 60% frá 1992 til 2014. Þeir sem æfa 4 sinnum í viku oftar, fara úr 17% 1992 í 40% árið 2014. Og það sem er líka sérstakt við þetta, ég er nýbúinn að vinna verkefni vinna bókarkafla íþróttir á Norðurlöndum með kollegum mínum á Norðurlöndum. Það sem gerst í öllu Norðurlöndunum undanförnum árum að íþróttaþátttaka í íþróttafélögum hefur minnkað á síðustu árum. Hún hefur minnkað á kostnað íþrótta utan íþróttafélaga, líkamsræktarstöðva, alls konar annarra hópa sem að bjóða upp á eitthvað slíkt athæfi. Þetta er ekki gerst á Íslandi. Það sem við höfum verið að þáttakan hefur aukast og haldist þrátt fyrir meira framboð af öðrum valkostum á íþróttasviðinu. Þannig íþróttaþáttaka hefur aldrei verið meira og íþróttahreyfingin hefur náð að standa af sér þessa samkeppni, má kalla það, og haldið sínu fólki og bara bætt við ef eitthvað er. Þannig að ég er það. En þetta er ekki bara allt frábært og æðislegt, betur má duga skal og við höfum verið minnt á það rækilega núna á undanförnum mánuðum að það er ekki allt gott í íþróttunum og það er hugrekkur konur sem stigu fram og bent okkur á mismunun kvenna í íþróttum, okkur að sjálfsögðu umhugsunarefni og ætti að vera okkur umhugsunarefni og benda á að það er víða pottur brotinn. Og það hefur líka sýnt sig með íþróttaþátttöku að það er ekki allir hópar sem að stunda íþróttir að sama magni. Og ef íþróttir hafa eitthvað uppbyggilegt gildi og eiga að vera jákvæðar uppbyggilegar, þá er mikilvægt að allir hafi jafnan aðgang í íþróttum. Við sjáum það að stelpur stunda síður íþróttir en strákar. Það dregur saman með kynjunum, það hefur dregið saman undanförnum árum. Innflytjendur stunda síður íþróttir en aðrir, fatlaðir,
samkynhneigðir og núna erum við í fyrsta skipti farin að sjá svona trend í þá átt að þeir efnaminni stundi síður íþróttir en aðrir. Og þetta er náttúrulega það sem að íþróttahreyfingin þarf líka að taka til umhugsunar og verta benda við þessu samhengi. Við erum að ná miklum árangur á ákveðnum sviðum en samt sem áður eru svið sem við þurfum klárlega, íþróttahreyfingin þarf klárlega að styrkja og bæta sig á. En við erum nú samt með það að þeir sem taka þátt, iðkendur eru vanlega ánægðir, kannanir hafa sýnt að 90% þeirra eru ánægðir með þjálfarann sinn og eru ánægðir með félagið sitt og þannig að þáttaka er ansi almenn. Í þessu samhengi langar mér nú svo að fá Gunnar Valgeirsson að ég er nú búinn að tala hérna skipulagið aðeins á Íslandi og þegar maður hérna þá heldur maður hlutirnir séu bara svona í íþróttunum og þess vegna er mikilvægt að fá aðra rödd og að heyra hvernig íþróttir eru annars staðar. Ég er búinn að ferðast talsvert Evrópu sérstaklega og sé hvernig íþróttastarfið þar og þess vegna Gunnar núna aðeins að kannski segja okkur hvernig íþróttir eru uppi þar í Bandaríkjunum. Takk fyrir. Góðan dag. Ég hef verið að fylgjast með íþróttum í Bandaríkjunum í marga áratug og það sem einkennir barnaíþróttir í Bandaríkjunum er fjölbreytileikinn. Það eru minnst til 8 landssamtök í Bandaríkjunum sem þeir eru með íþróttir í allir þeim sem vinsalu, hafnabolta, körfubolta, ruðningi. Það er töluverð aukningu öllum þessum íþróttum nema í ruðningsíþróttir þegar kemur til barna. Það skapast mest af því að það er töluverð svona, hvað heitum við að segja, fólk er mjög hrætt við heilaskemmdir á þeirri íþrótt. Það hefur verið minnkað þáttaka í þeirri íþrótt frá 500.000 í 400.000 á síðustu árum. En það eru það bil 60 milljón börn sem eru að taka þátt í íþróttum í Bandaríkjunum á degi hverju það bil 70% af öllum börnum. Að auki þessara landsamtaka eru Bandaríkjamenn með svona svæðis, íþróttasamtök, bæjarsamtök, hverfisamtök. Þannig að fjölbreytileikinn er ótrúlegur og það er ótrúlegur fjölda íþróttir sem að börn geta tekið þátt í. Ef við lítum á einkenni þessara íþrótta, þá er hægt að taka þátt í svona streitulausum íþróttum. þar sem allir fá að taka þátt og lögð er áhersla að krakkar hafi gaman að því. Og síðan hefur svona hina tegunda íþróttum þar sem lögð er áhersla á að krakkarnir séu stjörnu íþróttabörn og gangi vel. Í samhengi við það sem við erum að tala með kyn, að þegar að Bandaríkjamenn og Bandaríkjaþing samþykktu lögum menntastefnu í Bandaríkjunum 1972 voru til dæmis 300.000 stúlkur að taka þátt í íþróttum í gagnfræðaskóla. Og þegar að lögin voru samþykkt þá var grein 9 eða Title 9 eins og þeir kallaði það fyrir vestan. Hún segir að engin skóli sem tekur pening frá ríkinu á einhvern hátt, sem eru langflestir gagnfræðaskólar eða háskólar, að þeir geta ekki gert mismunun eftir kyni eða kynþáttu eða trúarbrögðum eða hvað annað. Og kvenréttindafélög í Bandaríkjunum byrjuðu strax eftir að lögin voru sett 1972 að vera með lögsóknir því að það var svo óvenjulegt fyrir stúlkur að vera í gagnfræðaskólaíþróttum og háskólaíþróttum. Það var mestu peningunum var með karlmanna. Það leiddi til þess að frá árið 1972 þegar voru 300.000 stúlkur í íþróttum í gagnfræðaskólum. 10 árum seinna var yfir 2 milljón stúlkur í gagnfræðaskólaíþróttum og það leiddi til þess að það var mikil aukning meðal íþróttakvenna í háskólum í Bandaríkjunum. Og við sjáum árangurinn af því núna þessa dagana að á undanförnum 2 ólympíuleikum að hafa verið kvennalið Bandaríkjanna unnið fleiri verðlaun en karlaliðið. Og það er svona afrakstur af þessari jafnréttindastefnu sem þingið samþykkti 1972. Og við sjáum að það er komin atvinnuíþróttadeild í körfubolta í Bandaríkjunum núna meðal kvenna, atvinnudeild í hafnabolta líka. Og þetta kemur held ég allt út af því að þeir Bandaríkjamenn eins og þið vitið, þegar þeim finnst mismunað, þeir sækja á dómstólana og það var þessi lagarammi sem að gera það verkum. Og þetta byrjaði fyrst í barnaíþróttum og fór svo upp stigann.
En ef við lítum á skipulag barnaíþrótta, þá eru þær ekki í skólum, ekki eins og þeir eru í gagnfræðaskólum eða háskólum. Og ástæðan svo að kennarar í barnaskólum vilja ekki fá íþróttirnar inn. Þeir líta á oft vandamál tengd íþróttum í gagnfræðaskólum og þeir bara vilja ekki fá þau vandamál inn í skólana. En svona eru barnaíþróttirnar svona sirka upp í 14 ára aldur. Skipulagðar að þessum landssamtökum og þessum hverfasamtökum. En það eru engin svona íþróttafélög eins og við höfum hér á Íslandi í Bandaríkjunum. Markmiðið með íþróttum meðal barna í Bandaríkjunum svo sama og hér. Markmiðið að læra liðsamvinnu, þróa líkamann, hafa ánægju, verða góður í íþróttum og svoleiðis, móta sjálfstraust, efla virðingu og slíkt. Og áhrifavaldarnir fyrir þátttöku barna eru sjálfsagt svipari hér á Íslandi. Það eru fjölskyldufólk, það eru foreldrar, systkini, það eru fjölmiðlar, það eru vinir og kunningjar sem eru að fá börnin inn í þessar íþróttir. En vandamál í bandarískum barnaíþróttum eru aðalega fullorðnir. Og ég hef talað það mikið, ég hef verið að kenna félagsráð íþrótta í 3 áratugi í Bandaríkjunum. Ég rætti þetta mikið við stúdentana mína. Og flest vandamál í barnaíþróttum í keppni, á leikjum. Þar sem að foreldrar sýna ekki alltaf góða hegðun. Það hefur verið að nöldra í dómurum og það hefur verið að nöldra í þjálfarunum og það hefur verið að öskra. Þetta held ég hefur versnað. Bandaríkjamenn hafa talað það undanfarið að þetta hefur versnað sem ég held ég bara svona ákveðin afrakstur af þessari deilu innan Bandaríkjanna almennt. Þar sem að fólk ber voða litla virðingu fyrir öðrum sem hafa öðruvísi skoðanir. Ég held að þetta svona seitli inn á íþróttavöllin þegar að fólk getur ekki hegðað sér. En ef að börn eru látin bara leika út af fyrir sig, þá allt í fína máli. Og ég man eftir, ég var viðriðinn körfuboltann hér á Íslandi í mörg ár þegar ég var hér og bjó. Og ég var að dæma og var að reka körfuboltadeildina í Keflavík mörg ár. Maður var náttúrulega skipuleggja mót fyrir krakka og 3. flokka og 4. flokka og minnibolta. Og þetta var heil helgarmót í Keflavík eða Njarðvík eða maður var inn í bæ eða hvað sem Og ég var alltaf að líta upp í áhorfendur að það voru aldrei foreldrar. Ég sá aldrei foreldraleikjum. Við erum að tala svona seinni, svona fyrri hluta 9. áratugs. Ég sá aldrei foreldraleikjum. Og vissi sjálfur, þekkingu mín á Bandaríkjunum, að það mjög algengt fyrir bandarískar foreldrar að koma á leiki. Ég sá aldrei íslenska foreldrar. Ég hef verið að tala þetta fólk á Íslandi. Akkur eru foreldrar? Börnin hljóta að leiðast að hafa ekki foreldrar sína. Eftir ég kom út í Bandaríkjunum og sá svona hvernig hegðun sumra foreldrar á þessum leikjum, þá fór ég að hugsa mér, kannski það bara gott fyrir íslensku krakkana að sé ekki foreldrarnir hér. En mér skilst að sé mjög algengara í dag að foreldrar komi á leiki barna sín og ég held að þetta sé ekki mjög stort vandamál hér í dag. En ég hugsaði mikið þetta á sínu tíma. Það sem gerist á endanum að í flestum skiptum að svona þegar að börn að nálgast svona 12 og 13 ára aldurinn, gelgjuskeiðið, að þá byrjar brottfallið í íþróttum. Og það í sjálfu sér eðlilegt, þeir sem eru bestir, þeir halda áfram og þeir sem eru ekki eins góðir, þeir hætta mun fyrr. Og ef við lítum á svona helstu ástæður fyrir brottföllum sem bandarískir félagsfræðingar hafa litið á í gegnum áratugina, að börnin hætta að þeir ekki lengur gaman að því. Þetta of tímafrekt. Þeir fá ekki að spila. Þjálfarinn lélegur. Það mikil meiri áhersla lögð á að vinna en þátttöku. Eða að þessi krakkar bara fá áhuga á öðrum hlutum. Og þannig að það í sjálfu sér ekkert óeðlilegt að það kemur brottfall. En þetta stundum áhyggjuefni fyrir þá sem að reka þessar íþróttir, hvaða sem verður til þess að börnin hætta. En í sjálfu sér ekkert óeðlilegt að bestu börnin haldi þá áfram. Mjög svipað hér á Íslandi.
Ég vil enda hérna í lokin að tala farandfélög eða traveling teams eins og það kalla það. Það hefur við gert á undanförnum árum að það eru svona einstaklingar sem eru að reka einkafyrirtæki sem eru að sjá fyrir sér gróðraleið til að hérna fá inn pening í gegnum barnaíþróttir. Og þeir hafa stofnað þessi svona stjörnulið í hverfum eða minni bæjarfélögum, úthverfum. Og þar sem að bestu börnum boðið upp á að vera með bestu öðrum börnunum og þannig að þeir búa bara til stjörnulið og að ferðast með þessi stjörnulið öll Bandaríkin. Árið 2016 eyddu foreldrar $9 milljörðum sem eitthvað í íslenskum krónum. Eyddu $9 milljörðum í þetta og þeir hafa byggt, það hafa verið margir sem hafa byggt stór íþróttahverfi með kannski 30 hafnaboltavöllum, 20 stórum íþróttahúsum í 4-5 körfuboltavöllum, 100 knattspyrnuvöllum. Það koma sko 20.000 krakkar kannski einhvers staðar á miðjum kornjögrum einhvers staðar í Indiana þar sem þetta hefur verið byggt í stórum stíl. Og þetta svona gróðin í barnaíþróttunum þessi stjörnulið, þessi farandfélag. Og þessi krakkar að æfa kannski 2-3 tíma á dag, 3-4 sinni í viku og síðan ferðast helgar í keppni. Og það hefur leitt til þess að það verður geysileg aukning á meiðslum, sérstaklega hnémeiðslum, ökklameðslum, mjaðmameðslum meðal barna í íþróttum í Bandaríkjunum. Það töluvert öfnum, þetta eykur náttúrulega heilsukostnað og annað. En þetta virðist vera svona nýja gróðin í barnaíþróttum þessi farandslið. Og eins og Helgi benti á þá mjög svona svipuð mál varðandi barnaíþróttu hér á Íslandi. Fólk vill að börnin hafi ánægju af þessu og að þau læri liðsamvinnu og þau læri rétt gildi seinna í lífinu. Og félagsfræðingar hafa komist að því að yfir höfuð í Bandaríkjunum, og félagsfræðingar hafa verið að líta þetta síðan á 7. áratugnum, síðustu aldar, að yfir höfuð gengur börnum sem í skipulögum íþróttum betur en öðrum börnum í lífinu. Þau eru líklegri til dæmis að útskrifast úr gagnfræðaskóla, komast inn í háskóla, seinna í lífinu þau venjulega hærri stétt en krakkar sem eru ekki. En eitt af því sem félagsfræðingar hafa komist að ef við erum að hugsa gildi, hvaða gildi læra börn í íþróttum, að þá í raun að veru sína fullorðna einstaklingar sem voru í barnaíþróttum, sína ekki betri gild. Þeir eru til dæmis mun líklegri að svindla í lífinu, seinna í lífinu, en krakkar sem eru ekki í íþróttum. Það svona þessi neikvæði hluti. Þá eitthvað sem að vegna brottfallsins, þá ertu með svona þessi einstaklingar sem eru með mikið keppniseðli og það lögð náttúrulega áherslu á að vinna á þeim aldrum leið og kemur inn í mið-unglinga árin. Og þau virðast bara læra það að það sé mun meiri betra að vinna heldur en að gera hlutina rétt. En að öðru leyti held ég að íþróttamennska rétt eins og hér á landi að keppnisíþróttir í Bandaríkjunum skili sér vel inn í þjóðfélagið. Þetta var svona megin hlutin sem ég mun tala betur bæði háskólaíþróttir og gagnfræðaskólaíþróttir á föstudag. En Gunnar, hann verður með erindi á föstudaginn í hádeginu og við félagsfræðinnar og félagsfræðingar Íslands í Háskólanum í Odda sem hann talar meir bandarískar íþróttir og fær verður 75 mínútur í það sem þið sem áhuga því hvet ykkur til að mæta, það á föstudaginn í hádeginu. En Gunnar, þú sagði mér að til dæmis að sko það ekki hægt í Bandaríkjunum að vera bæði að stefna afrek og vera með uppeldiskeið. Þú verður að velja annað hvort í þessum krakkíþróttum. Það annars vegar þessi faraldsfélög eða hins vegar hinfélög. Það akkurat þessi kontrastur kannski við það sem við erum að gera, eða ekki? Munurinn að hafa gaman að því eða alvaran. Já. Þannig við erum, og kjarni málsins kannski, við höfum náð ákveðnu jafnvægi hér á Íslandi milli eitthvað svona uppeldis- og afreksgilda að einhverju leyti, einhvers konar jafnvægi.
Og ég vil halda því fram að við höfum stigið skref í átt til atvinnuvæðingar eða aukinnar fagmennsku án þess þó að missa sjónar af uppeldisskiptum starfsins. Þetta sjáum við bara hjá þessu íþróttafólki okkar, þessi lið okkar og þessi íþróttafólki eru yfirleitt frábærar fyrirmyndir og vinna vel saman og það er yfirleitt góð liðsheild og þetta er svona, það er þessi góðu gildi sem eru ríkjandi. Þannig við höldum ennþá í leikinn, við höldum ennþá í vinskapinn og við höldum ennþá pínulítið í þetta sakleysi sem að kannski tapast pínulítið í afreksheiminum. En með árangri og með því við erum komin á alþjóðasvið eða stóra svið íþrótta, þá erum við kannski viðkvæm fyrir alls konar áhrifum þessa atvinnumanna kerfis og atvinnumanna gilda. Við fengið mjög margt gott atvinnumanna umhverfi, meiri fagmennski þjálfun og tækni og leikskilningur og leikskipulag og alls konar hlutir, en það eru alls konar svona aðrir þættir sem að þetta felur í sér. Landamæri að hverfa, hnattvæðingin hefur áhrif og kannski máir út svona staðbundin einkenni þjóða og sérstaklega minni þjóða. Og nú eru farin að sjá kannski veðmál, íþróttum eru farin að verða mjög áberandi. Ólafur Rafnsson heitinn, fyrrverandi forseti ISÍ, talaði að mesta ógn við íþróttir væri þessi veðmálageiri og veðmál í íþróttum. Og nú er farin að sjá það, því þessi gildi seytla inn til okkar, að það fer að veðja á alls konar leiki á Íslandi. Það eru veðmálasíður sem eru með það í gangi að veðja á leiki hjá öðrum flokki í fótbolta, 16, 17, 18 ára krökkum. Það eru erlendar veðmálasíður sem er í þessu. Það er að veðja það hver skorar meira og svo framvegis. Það eru hópar á Íslandi, einhverju Facebook-hópar, þar sem að leikmenn í einhverjum liðum er að skiptast á upplýsingum. Hver eru meiddir og hvernig staðan er vegna þeirra að skiptast á upplýsingum til að veðja á leiki og eitthvað slíkt. Og þetta er svona að seytla inn þessar þessi einkenni úr afreksíþróttum, þar sem það snýst árangur, afrek og síst peninga og annað slíkt. Annað birtingarform sem ég langar kannski meira að ræða er atvinnuvæðing leiksins. Og hans Gunnar myndi svolítið á það er svolítið atvinnuvæðing leiksins, þessi faransfélög. Og það var hérna grein í Time, í forsíðugrein How Kids Sports Turn Pro og höfundur þessar greina var reyndar á Íslandi núna í síðustu viku að skoða hvað við erum að gera hérna á Íslandi. Og atvinnuvæðing leiksins felur í sér að það eru önnur markmið og gildi. Það eru önnur markmið og gildi. Markmið er að búa til afreksfólk, búa til afreksmenn, meiri alvara og festa, meira skipulag, minna rými til að gera mistök, minna rými til að prófa sig áfram, snembær sérhæfing, sérhæfa börnin fyrr í ákveðnum íþróttagreinum til að þau nái frekar árangri, peningavæðing, snýst fjármagn, fyrirtæki sem setja stofn eitthvað til að græða og koma inn í barn- og unglingaíþróttir með þessum hætti og miklu meira nálgun á einstaklingin, fram að einstaklingsins heldur en að skapa kannski liðsmenn. Og atvinnuvæðing leiks er partur af þessari afreksvæðingu í afreksíþróttum heimsins og þetta er það sem þekkist í þessum afreksklúbbum. Þetta er það sem þekkist í þessum afreksklúbbum sem við höfum ekki hér á Íslandi. Hvað segja rannsóknir okkar þetta, snembara afreksþjálfun? Við vitum mjög lítið hvað virkar í þessu samhengi. Sérstaklega vegna þess að rannsóknir segja okkur það að það er ótrúlega lítill árangur við því að nema hæfileika ungum iðkendum og þróa þá þrátt fyrir mikla fyrirhöfn. Þannig að þessar íþróttaakademíur, þessi afrekslið, þar sem að einhver afrekslið taka til sín 10 ára krakka og reyna að gera þau afreksmönnum, það hefur bara ekki verið að virka. Rannsóknir sýna almennt að það er kannski 2% sem ná alla leið, sem er ekkert meira en bara fyrir tilviljun. Vegna þess að þetta eru ýmsar óæskilegar afleiðingar för með sér, meira æfingaálag, væntingar og pressa, meiri meiðsli eins og Gunnar benti á, streita, kvíði, kulnun. Leikurinn er tekin úr leiknum. Það sem við erum farin þessar afreksakademíur eru farnar að gera þetta á öðrum forsendum, þar sem við hættum að horfa á þetta sem leik og þetta er meira vinna og svo framvegis. Mikill fjárhagslegur kostnaður fyrir foreldra
sem þessu nemur. Og ég minnist á þessa bók hérna, hún kom út fyrir 2 árum, Ruthless Handbook of Talent Identification and Development in Sport. Það sem kemur fram bara í öllum greinum, þetta eru greinar frá fræðimönnum og ýmsum löndum og það allir á því að þetta kerfi sé bara ekki að virka. Ég var að ráðstefna á Spáni í fyrra eða hittifyrra, öllum bestu fótboltalegum Spánar, Real Madrid og Valencia öllum þessum liðum. Og þarna voru yfirþjálfarar og þarna voru íþróttastjórar og þeir eru allir sammála það að þetta kerfi væri ekki að virka. Nei, þetta er ekki lagi. Það var allir sammála að þetta kerfi væri ekki að virka og það sem allir þessir aðilar töluðu á þessum tíma að það þurfti að gera hlutina öðruvísi. Það meira að vinna með leikinn, meira að vinna með fólk en ekki íþróttamenn. Meira að vinna með að kenna samstöðu, góð gildi og allt það. Með öðrum orðum voru að segja þau eru alltaf að fara að snúa tilbaka og gera þetta pínlítið meira eins og kannski við erum vön að hlutirnir séu gerðir. Þannig að afreksakademíur þó hljómið voða spennandi og þá sína rannsóknir að þær eru ekki að virka. Fyrir utan það að börn og ungmenni tíðin oft barnæskunni sem eru sett í slíkt kerfi. Aftur á móti hafa komið út gögnum daginn frá Brasilíu, frá CIS rannsóknarmiðstöðinni í Brasilíu sem tók saman frá hvaða landi koma hlutastæðar flestir atvinnumenn í fótbolta, karlafótbolta. Og Ísland var á toppnum, það er svona 180 atvinnumenn í fótbolta hverja milljón íbúa. Þannig Ísland var að framleiða mest af atvinnumönnum í öllum heiminum í fótbolta þrátt fyrir að vera ekki með þetta afrekskerfi og þetta afreksskipulag og þessar afreksakademíur. Og löndin í kringum okkur, ég veit að í Svartfjallalandi það er heldur ekkert slíkt í gangi. Ég var í Króatíu daginn, það er ekkert slíkt í gangi. Þannig að löndin sem að skora hæst á þessum hvað eru margir frá hvaða löndum koma hlutastæðar flestir atvinnumenn í fótbolta eru akkurat ekki með einhver svona afrekskerfi sem miðar að því að búa til atvinnumenn. Þau eru miklu frekar með almennari áherslur heldur en það. Og eins og ég sagði áðan, það eru margir fjölmiðlamenn búin að koma hérna undanförnum árum og margir hafa einmitt þessa sögu að segja. Hérna er frásögn frá Johnny Cooper sem skrifaði fyrir Telegraph og hann segir, hann var að skoða Breiðablik og Hákon er hérna sig og hann var að skoða Breiðablik og hann sagði þetta er alveg merkilegt, þegar ég var að heyra þetta ég bara misti aðeins andan. Það eru bara aðstæður fyrir alla, það er fagleg þjálfun fyrir krakka, sveitafélögin leitast við að hjálpa foreldrum að hafa athæfi fyrir börnin eftir að skóla lýkur og Breiðablik er þetta mjög jákvætt, þetta er jákvætt umhverfi og allt það og svo endar hann með I think I want to be a child again, only this time I want to be Icelandic. Og þetta heyrir maður rosalega oft og ég er ekki að segja við séum eitthvað æðislega ykkur hroki, en þetta heyrir maður hjá þessum fjölmiðlum, það er svo gott að fá aðeins samanburð sem hafa alist upp í annars konar umhverfi. Þannig að það er mikilvægt að við áttum okkur á hvað við höfum. Við höfum kerfi sem hefur verið gott og jákvætt hvað þetta varðar. Og þá ætla ég kannski aðeins að segja hvernig þetta fer saman og ég er eiginlega að segja að uppeldisgildin og afreksgildin, þetta fer saman og ágæslítið í sundur. Og Stefán Arnarsson, hann er handboltaþjálfari, íþróttastjóri KR. Ég sneri upp á hendina á honum að koma hérna og það var heimatökin vegna sinni hálfbróður minn og ég ætla aðeins að vegna þess að ég veit þá vel hvernig hann er að vinna og ég veit að vel að hann er að vinna starfið sitt á uppbyggilegum nótum. Hann er búinn að gríðarlega sigursæll og núna verður hann sérstaklega reiður út í mig. Hann er búinn að vinna 6 Íslandsmeistaratitil á síðustu 9 árum. Hann er búinn að vinna 55% af öllum titlum í kvennahandbolta á síðustu 9 árum og hann er að vinna með ákveðin gildi og ég ætla að sýna ykkur hérna eftir að hann urðu Íslandsmeistarar daginn hvað leikmennirnir sögðu sem sé eftir hennar leik. Ég held að fyrst og fremst er æfingarnar hans bara svo skemmtilegar. Þetta er ekkert alltaf bara handbolti. Hann er með mikið leikjum og svo líka heldur hann bara liðan sín mjög góð formi. Við hlaupum mjög mikið hjá honum og mjög mikið, mér finnst það bara ógeðslega mikið. Hann er bara svona sangaþjálfari með reynslu og veit svona, hann skilur það að það er frí eða... Mjög skilningsríkur, já. Það er það líka mjög góður í líka að mynda samheldinn hóp. Það er einhvern veginn mikilvægara heldur en lið. Það er líka hjálpar verið til. Hann veit að það líka að hafa þetta gaman og ég var ekki geðveikt gömul en einhvern veginn þegar við ræðum fyrir leiki og daginn fyrir síðustu æfingu, það nær mér alltaf að verða að segja ok, já, ég vil það sem ég segir.
Já, þannig Stefán, hún kannski aðeins hjálpa mér í þessu. Ég ætla að byrja, ég ekki ljón, það sé alveg á hreinu, en það sem ég legg mikla áherslu á virðing og bera virðingu fyrir leikmönnum. Hvað virðing? Ég var alveg fyrir það að þjálfarar sem voru að þjálfa mig fóru og fengu sér kaffi fyrir æfingu. Kom með kaffið, fyrstu 15-20 mínútur drekkandi kaffi. Þjálfarar setja svo stól, segja eitthvað. Fótboltaþjálfarar gott veður, leggjast á grasið. Þetta óvirðing. Ég á fullu alla helvis æfinguna. Ef ég vil að leikmenn séu í lagi, þá ég að sýna það. Má ég byrja kannski, þú talar að líka það eru mikið mæðrum í liðinu og tekur tillit til þeirra. Getur þú sagt mér aðeins frá því? Hún var myndist á það einn leikmaður. Ég er búin að vera heppinn að vera marga mæður og þær segja alltaf, þetta frítími minn, ég vil að þetta sé góðar æfingar, krefendi, þetta verður að gaman. Ég laus við kallinn, börnin, þetta verður lagi. Og það verður heppnast ágætlega. En það eru allar held ég ennþá giftar. Virðing uppbytun var punktur nr. 2 hjá þér. Síðan vinn ég þetta þannig að ég byrja alltaf með skokk og teygju og liðkunæðingar sem alltaf með leik. Maður er fjölbreytta leiki. Það sem passar fyrir þig, passar ekki fyrir þennan hóp. Alltaf keppni. Ef nær því, þá æfingin góð. Þá allir heitir og það komið gleði á æfinguna. Það gríðarlega mikilvægt. Sendingar. Flestir þjálfarar eru svona með 2 saman, 1 bolta. Ég aldrei með það. Ég er með 4, 6, 8, 10. Alltaf hlaup, alltaf keppnisendingu. Vera á hreyfingu, og gera hluti eins hratt og getur eins og í leik. Þannig vinn ég með sendingar. Og svo líka eins og þegar hittum markmenn, þá alltaf sumar sem skjóta og labba á í boltan. Mínum æfingum labbar enginn. Þú skokkar hann í boltan, kemur röðuna og byrjar. Þannig held ég að fólk vil hafa þetta. Síðan ég með æfingar eins og skot, sendingar og yfirtölu. 2, 1, 3 og 2, 4 og 3 og svona, upp í 5. Alltaf keppni. Og þið eru 4 hérna, þið vinnið. Ef Stefán Afnir kemur bara, yes, þá ekki búin að vinna. Ef næsti kemur, yes, það ekki búin að vinna. Þriðji, yes, nei. Það verður allir að fagna, allir upp með hendur. Stundum tekur þetta 4-5 skipti. En það sem ég er búin að læra, ég er búin að vera með ungu og eldri leikmenn, sumir, til að fá gleði í leikinn, þá þarf það að æfa. Ég þarf að æfa. Að ég er þess innhverfur, við erum úthverfur, það er fullt af fólki eins og ég. Og ég byrja ekki hérna, yes, í leikjum. Það þarf að vita. Og ef þú nær þessu, þá finnst öllu gaman. Og ef þið tekir eitthvað gaman, þá miklu meir líkur að ná árangri heldur þegar þið getur leiðilegt. Við erum 10-11 mánuðir saman. Við hittumst 5, 6, 7 daga vikunar. Og þetta er leiðilegt, þá held ég að sé mjög litla líkur og ná árangri. En það er örugglega hægt. Og ég er að segja að þetta er mín leið, en það er marga góða leiðir, en ég fengi hérna til að segja mína leið. Hann líða vel? Já, ég vel að góða með þann punkt, sko. Já. Og ég teki áfram að líða vel, til dæmis er það að í fyrra, þá vil að líka í leikmennum mínum, hún leið illa. Ég settist niður og sagði, nú ferð þú, ég vil ekki sjá þig í viku. Það var vilt að það móðgæri segja þetta, en hún fór í frí í viku. Hún sagði við mig núna í úrslitunum, manstu og sendi mig í frí í viku, fyrra. Ég hef ekki þurft meira frí og þetta er minn besti leikmaður í úrslitakeppninni. Þannig að samskipti, virðing og krefandi æfingar og hafa gaman, það er allavega lykillinn hjá mér. Já, þannig að maður getur náð árangur og unnið titla á því að hafa gaman, tekið tillit til fólks, mynda stemningu, frekar en að vera með eitthvað harða afreiksstefnu, mæta á allar æfingar eða eitthvað slíkt, það verður að taka tillit til leikmanna. Það er að taka tillit til leikmanna og síðan til að fara úr einu í annan. Þá var í KR í morgun, við erum með verkefni fyrir eldri borgara, Kraftur í KR. Þá voru konur á milli 75-6 ára. Og það sem þær voru að gera, þá voru með körfuna, hún var ekki stilt í hæsta, næst hæsta. Það voru henni hitta.
Það dreif enginn, það var svona metri frá körfunni. Svo var einn sem hitti. Hvað gerist? Það fögnuð. Því gleðin í okkur öllum. Og gleðin svo mikið. Og mér þetta dæmi í morgun sem ég sá sýna bara mjög vel. Já. Takk fyrir. Þetta var svona dæmi og ég þekki hann vel og hvernig hann vinnur og það akkúrat þetta. Það verður að vera skemmtilegt. Við megum ekki taka leikinn úr leiknum og það eitthvað sem við höfum búið við á Íslandi og við getum náð árangur og unnið titla með þeirra aðferð. John Wooden, bandaríski körfuboltaþjálfarinn í UCLA, vann mikið með þetta á sínum tíma, leit á sig sem kennara, sagði aldrei við verðum að vinna, lagði upp á ég er kennari, ég á að vera að móta og hjálpa leikmönnum að verða betri menn og betri manneskjur og hann er sigursælasti þjálfari allra tíma í bandarískum körfubolta. Þannig að það bara einmitt að þessar áherslur fara saman. Jæja, sóknarfærin, lokin. Við erum með trausta grunnstoðir. Árangurinn hefur líka hjálpað okkur. Við erum með meiri þekkingu, við erum með meiri fagþekkingu en við verið með. Við erum búin að fá mikla reynslu að keppa við þá bestu í íþróttum. Við erum að fá mikil tækifæri erlendis, það er að fá íslenska þjálfara til að þjálfa erlendis, íslenska leikmenn í erlend lið. Þannig við erum að fá miklu meiri þekkingu og miklu meiri traustari grunn fyrir það sem við erum að gera. Að sama skapi erum við meira fjármagn, fá fjármagn inn í íþróttir, ríkið er að fara að bæta meira fjármagn í íþróttir, fáum fjármagn gegnum árangur knattspyrnulandsliðsins og dæmi sér tekið, sem gerir það verkum að við getum unnið faglega með ákveðna þætti, með hugafari eða næringu eða styrktarþjálfun eða hvað þetta nú er. Við getum verið miklu faglegri vegna þess að við erum miklu betri forsendur en áður. Og það eru ákveðin sóknarfæri fyrir okkur, þrátt fyrir að við séum að gera góða hluti. Hætturnar eru, sem ég myndist áðan, það atvinnuvængin getur dregið okkur kannski ykkur óæskilega leiðir sem hentar ekki okkar kúltúr, en það eru sóknarfæri. Íþróttir, minnihlutahópa, íþróttir þeirra sem stunda síður íþróttir, við eigum að gera átak þar. Og ég held í fram að til dæmis í kvennaíþróttum, þar getum við bara verið í fararbroddi í kvennaíþróttum. Kvennaíþróttir standa þrátt fyrir allt betur á Íslandi en víða annars staðar og við erum komið með lið og golfara og hvað þetta er frjálsíþróttafólk í fremstu röð og þarna eru gríðarlega sóknarfæri. Vegna þess að þeir eru kannski fæstar þjóðir sem leggja allar bjargirnar sínar í kvennaíþróttir. Kínverjar gerðu þetta og hafa gert það langa hríð fyrir ólympíuleika og leggja gríðarlega fjármagn í íþróttir kvenna. Vegna þess að það eru margir sem eru ekki endilega að gera það, þá eru líklegir til árangri. Og við sjáum ef að stelpunum okkar gengur vel, þá hafa þeir mikil áhrif. Kvennalandsliðið í fótbolta fóru að spila í Evrópumótinu, það voru 2000 Íslendingar sem fóru. Við vorum með flesta áhorfendur, öllum fyrir utan heimamenn. Þannig að þarna eru gríðarleg sóknarfæri og þarna getum við bara notað MeToo-byltinguna sem alvöru byltingu til að hvetja okkur til að taka þetta skref til fulls og vera bara leiðandi í kvenna. Það er ein leið. Já, einn með aðra minnihlutahópa. Ég veit að í tengslum við innflytjendur sem félög í fótbolta eru farin að bjóða innflytjendum frítt á leiki, bjóða þeim bara að æfa frítt fyrsta árið og eitthvað slíkt. Það eru fullt af tækifæri með þessu. Örlega í framhaldsskóli við höfum séð það í þessum könnunum að við erum að gera vel með þessa grunnskólakrakka, við höfum eftir að gera ennþá betur með framhaldsskólakrakka og íþróttafélögin og skólarnir þurfa að vinna betur þar saman til að halda þessu starfi áfram. Í þriðja lagi og síðasta lagi sem ég vil minnast á, það er þetta verkefni Sýnum karakter sem íþróttahreyfingin fór af stað með núna í fyrra held ég. En það er akkúrat byggir á þessu. Við getum samþætt afreksáherslurnar og uppeldisáherslurnar. Við getum kennt iðkendum íþróttum ennþá betur með markvissum hætti, hjálpa þeim að fá betra sjálfstraust, betri félagsfærni, leiðtoga og svo framvegis. Og það er hægt að þjálfa þessa þætti og styrkja þá alveg eins og við þjálfum stökkkraft eða hraða eða tækniatriði. Og það eru sum íþróttafélög byrjuð að taka þetta inn í skipulagið sitt vegna þess að þarna eru ákveðin sóknarfæri sem við getum unnið með til að styrkja þessi uppeldisskipti. Á lokum, mér finnst við standa á svona tímamótum, einhverju leyti. Við erum með kerfi sem virkar en við verðum sífellt meira viðkvæm fyrir áherslum í stóra heildar íþróttasamhengis. Og það er spurning, náum við að verja gildin okkar, leikgleðina, stemninguna, leikinn, gildin og náum við að nýta sóknarfærin sem að við stöndum frammi fyrir. Það finnst mér vera stóra spurningin sem að mér langaði að við færum út með hérna, mikil þekking hérna í salnum,
til að við getum íhugað á komandi misserum. Takk fyrir okkur. Innilegar þakkir. Ég veit að það eru margar spurningar sem brenna hér á og ég vona að þið séu tilbúnir að taka nokkrar. Og orðið laust. Helgi, gjörðu svo vel. Takk fyrir, Helgi Gunnarsson heiti ég. Og þakka bara fyrir mjög áheyrileg og skemmtileg erindi og mikilvægt málefni og sérstaklega skemmtilegt að þarna sjáum við þessi tengsla milli íþrótta og samfélags. Íþróttir ekki eitthvað sem bara einhver svona hluti út í horni í samfélaginu eða eitthvað sem gerum í frítíma, heldur þetta svona fyrirbæri sem endurspeglast í íþróttunum og í samfélaginu. Þetta svo mjög skemmtilegt hvernig þetta allt saman kom fram og fá þessi erlendu dæmi auðvitað frá Bandaríkjunum líka og frá Praxis og svo frá Fræðun og frá Viðari. Það mjög skemmtilegt. En það sem ég að velta fyrir mér núna kannski svona ógnir sem býð okkar og þá sérstaklega varðandi með þessa afreksstefnu. Núna erum við auðvitað að njóta mjög góðs árangurs íslenskra íþróttamanna eins og til dæmis í knattspyrnunni. Við erum búin í EM og nú erum við HM í sumar og maður svona veltir í fyrir sér hvort að þessi miklu og góði afreksárangur hvort hann muni hafa áhrif að breyta einhverju leyti gildunum eða starfinu eða eitthvað slíkt að afreksstefnan verði kannski meira ofan á og svo kannski hitt líka í beinu framhald af því hvernig Íslendingar yfirleitt eru að við förum yfirleitt fram úr okkur hvort að vonbrigði til dæmis þegar allt í koma illa út í þessu starfi eins og til dæmis HM í sumar eitthvað slíkt hvort það getur komið eitthvað bakslag. Ég svona veltaði fyrir mér hvort að því þú vorst að tala um ógnir og það sem að grafa undan okkur og auðvitað með veðmál og fleira sem kom inn í þetta en þá ég myndi að velta mig fyrir þetta varðandi það að þessi mikli árangur hvort hann muni bara hafa bakklasáhrif að breyta stefnu okkur einhverju leyti að leggja meira áherslu á afrek, við viljum vinna og sigra en svo kemur það ekki og við erum búin að fara fram úr okkur og þá gæti þetta líka haft þau áhrif einhvern veginn menn ég segi ekki missa móðin en eitthvað slíkt að þetta verði svona eitt ævintýri á Íslandi og svo bara eins og Eurovision eða eitthvað slíkt að menn slippast niður. Takk fyrir. Það þessu kannski akkurat góð spurning og það sem við gerst kannski kringum okkur smá þjóðir sem ná árangur einhver tíma það kannski ekkert alltaf þar og ég kannski með dæmi með Noregi í fótbolta á 10. áratugnum og í Króatíu sem ég skoðaði sérstaklega þar sem að árangurinn breytti svolítið gildunum og í Noregi var það sérstaklega sterkt segja menn að þar svona komist á 3 stórmót á 10. áratugnum í karlafótbolta og unnu eftir þessum gildum en svo fóru þeir kannski að leikmenn að fylgja með bestu liðum í heimi og allt í einu urðu leikmennir orðið stærri en liðið og þetta fór að ráðast af öðru sem að þekkist í afreksheiminum, það var öfund og græðgi og alls konar hlutir sem að kannski eyðilögðu þetta einhverju leyti og þannig það alltaf hættan. Punkturinn minn þessi, við náum kannski að halda þessu vegna þess að við erum með aðra uppbyggingu og ég veit að þetta íþróttafólk í hópfimleikunum, Jón Daði hérna í fótboltanum, Þorgrímur Þráins þekkir þetta vel, við erum með leikmenn og fólk sem með mjög góð gildi sem að því kemur úr þessu starfi svolítið og það von mín að við náum því að halda því vegna þess að barn- og unglingastarfi svo mikilvægt vegna það skapar þessi gildi sem við vinnum eftir og það ég að vona þess að ná við að halda kannski þessum gildum eitthvað í starfinu til að geta haldið áfram að ná árangur á efsta stigi vegna þess að þetta helst alltaf í hendur í hvora áttina sem það en það verkefni finnst mér. Takk fyrir. Salvör. Takk fyrir. Salvör Nordal heiti ég, umboðsmaður barna og takk fyrir frábær erindi og skemmtilega nálgun. Eitt af því sem við höfum verið að heyra að fólk einmitt að tala þessa miklu keppnisáherslu hjá ungum börnum, 9, 10, 11 ára, sem geta verið mjög útilokandi strax á unga aldri og ég held að þetta sé eitthvað sem það kom svolítið fram í erinduna eins og þetta væri kannski ekki mikið ennþá en við höfum verið að heyra talsvert að dæmi þetta og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að skoða vel og mér langar svona að heyra aðeins meira vegna þess og náttúrulega líka áhugaverð þessi punktur frá Bandaríkjunum með fullorðna fólkið að það auðvitað hefur maður heyrt líka mörg dæmi það sem foreldrarnir kannski orðnir meira vandamál heldur en áður og síðan kannski þriðja atriðið eru þessir hópar sem ekki eru að taka þátt
og það ekki, sko, og þú setur að segja sóknarfæri, mér finnst þetta að vera stórmál og ég velti fyrir mig hvort það eitthvað í strúktúrnum, í íþróttarhreyfingunum sem gerir það verkum að það verður erfitt að inklútera ýmsa hópa. Íþróttir eru mjög dýrar, fyrir keppniskrakkana þetta ennþá dýrara í búningakaupum og öllum mögulegu og mér finnst þetta mikið áhyggjuefni að það séu stórir hópar sem fái raunverulega ekki tækifæri til að taka þátt. Já, ég tek alveg undir þetta og eins og segja, það víða pottur brotinn en við erum samt sem áður með einhverja mestu íþróttaþáttöku í íþróttafélögum en auðvitað eru fullt af svona dæmum, einhverju sem finna sig ekki og heltast úr lestinni vegna þess að áherslunar eru of afreksmiðaðar, þetta eru of dýrt og eitthvað slíkt. Ég er mjög víða kallaður í íþróttafélögum með fyrirlest og ég hef séð að það er mjög mismunandi kúltúr í mismunandi íþróttafélögum. Í sumum íþróttafélögum eru kannski önnur gildi og jákvæðari gildi, svo eru sumum íþróttafélög í Íslandi sem eru orðin kannski meira afreksmiðuð, það sem eru harðari afreksstefna rekin. Þannig ég held sem mjög misjafnt eftir íþróttafélögum. En ég tek alveg undir þetta, ég hef oft heyrt þetta og veit mörg dæmi þess, en það er alltaf þetta að finna eitthvað jafnvægi og auðvitað þarf að gera betur við þennan hóp. Ég veit líka það að íþróttafélögin hafa verið að reyna að finna eitthvað fyrir alla. Og ég veit að ég starfaði hjá Gerplu á sínum tíma og hérna eru einhverjur Gerplu og það var mikið lagt upp með það hvernig getum við náð til þeirra sem vilja minni keppni og gert eitthvað annað. Og þá var fyrst og fremst kannski aðstöðuleysi sem hamlaði því og eitthvað slíkt, en ég veit að íþróttafélögin eru mjög meðvituð þetta en hvaða lausnir eru, ég er ekkert endilega með þær á taktinunum, en þetta klárlega eitt af stóru verkefnunum sem held ég að skipti máli. Stefán er reyndar íþróttastjóri KR og getur kannski eitthvað meira að svara fyrir þessa hluti ef svo líka. Ég held að það sé mjög mikilvægt í þessu skólakerfinu að börn fái verk við hæfi. Og ég held kannski að stærsta vandamál í íþróttunum sé að við erum að skýra liðin A, B, C, D eða eitthvað svoleiðis. Því það er ekki gott fyrir mig að vera hérna, ef ég væri hérna í læknisfræði háskólanum og vissi ekki neitt. Þá er betra að ég sé að öðrum stað með ykkur öðrum. Og fólk í íþróttunum börn eru mismunandi getur stig og við erum alltaf að reyna að búa til þannig að allir séu ánægðir í félögunum. En það er kúnst. Síðan eins og ég var svo fet og rosalega eftir þjálfurum. Þjálfarar skipta öllu máli. Við hefum fullt af góðum þjálfurum, en svo bara eins og með kennar og fleiri, svo líka ekki nægilega góði þjálfarar. Og það er kannski svona eitt að þessu, en punkturinn er góður, við erum alltaf að reyna að bæta þetta, en við erum kannski ekki komnir með hvernig við getum bætt þetta betur. Takk fyrir, það eru tveir sem hafa beðið orðið, gjörðu svo vel. Elías Sveinsson heiti ég. Ég er búinn að keppa og æfa í 51 ár og það geta allir séð hvað ég er skemmtur. Herðu, 1980 þá var ég að æfa fyrir Ólympíuleikana. Býtu, ég ætla að óska til hamingju með 6 Íslandsmeistaratitla, Stefán. Ja. Á þessum 50 árum er ég búinn að vinna 200 Íslandsmeistaratitla. Ég var 9 sinnum Íslandsmeistari í tugþraut. Ég stökk 2 metra þegar ég var 17 ára og Ólympíustyrkurinn 1980 var pláss á togara. Sko, munurinn á íþróttaminum í dag eða fyrir 30-40 árum síðan, það gengur allt út á pening í dag. Menn, góðu kringlukastar hérna, Erlendur Valdimarsson, hann fór úr ÍR í skautafélagið af því það var engi styrkir. Þetta er mismunur. Og við að tala mikið hérna, þetta er miklir áhersmenn í dag, hann gleymir mönnunum sem æfðu hérna rétt fyrir utan, Gunnar Húseby og fleiri. Þú gleymir fyrstu gullöldinni. Svo kom þessi, og eins og ég segi, það virðist allt ganga út á money í dag. Til hamingju, Elías. Þú varst einn af mínu uppbóls íþróttamönnum, ég man vel eftir þér. Má ég aðeins bæta við hérna? Herðu, ég vann eitt mesta íþróttamann í heimi, Daley Thompson, hann var 2-faldur ólympíumeistari og 2-faldur heimsmeistari. Það var ekki minnst á þetta í 40 ár. Það var minnst á þetta í Morgunblaðinu í fyrra. Ég get ekki svarað fyrir það samt, sko. Herðu, það var ekki minnst á þetta. Og hann var 2-faldur ólympíumeistari. Þannig verið að mismuna, til dæmis Viðar og þið minnist aldrei á frjálsa íþróttunarstíð. Samt erum við að vinna silfur á ólympíuleikum og brons og svoleiðis. Það mætti jafna aðeins út áróðurinn. Takk fyrir. Takk fyrir mig.
Nicole. Nicole. Ég foreldrar sem hefur lent í svo skrítin stað. Ég verkefnisstjóri upp í Breiðholtið þar sem ég hef verið vinni með frábært verkefni þar sem við erum að reyna að koma einmitt þeim sem eru lægstu settir okkur jaðarhóp inn í íþróttur og verið dásamlegt reynslu að vinna með IR í þessu tilfelli. En sem foreldri lent ég í þessu hörmang að barnið mitt var skilið utan, fyrir utan í afrakshóp. 10 ára krakkar, hóp 10 þeim sem var boðið á elite-mót til útlanda. 17 börn skilin eftir með ekkert. Og það var rosalega erfitt reynslu þar sem var horft á mig og sagt ætlar þú að standa í veg fyrir þessu börn, þeirra afrak og þeirra tækifæri. Á meðan ég hugga barnið mitt, því hann var ekki nóg góður. Svo við erum að horfa upp á eitthvað að gerast hjá okkur og það þrýsting frá foreldrum og ýmislegt sem við þurfum að sporna í gegn. Svo ég kem í gegnum þetta og hugsa, ok, þessi gildi það á lífi vegna þess að allir sem ég tala við já, ég tala einmitt við sjálfur og allir vil vinna til að halda okkur gildi upp og vinna í stefnu í Noregur og svoleiðis. Núna fyrir helga, 8 ára stelpa mín var boðið taka þátt í afreks í 5 leika. Nú mun hún standa fyrir dyrnar og ég móðir til þess að taka afstöðu til hvort hún fæ að vera í afrekshóp og æfa 4 til 5 sinnum á dag 8 ára eða segja nei. Mín gildi stendur hinum enn. Svo þetta mikilvægt og ég þakka ykkur fyrir ykkur fyrirlestur, halda áfram og veit að við þurfum að sporna gegnum það. Takk fyrir. Ef við ekki bara taka hérna, það ein spurning hér og svo ein þarna, svo þurfum við bara að ljúka þessu. Og svo bara taka ég í lokin. Við erum komin fram yfir tíman. Já, ég ætlaði bara að þakka þessum herramönnum fyrir gott innlegg. Mér langaði líka að benda á að við þurfum að hafa hugrekki til að byggja upp aðstöðu í hverfunum okkar fyrir fjölbreytta starfsemi. Ég þjálfari frjálsíþróttadeildar KR og hef átt í samstarfi við Stefán. En ég hef líka verið ötul í andófinu núna á samskiptamiðlum vegna þess að nú á að byggja íbúðabyggð á KR-svæðinu og mér finnst það bara virkilega sorgleg þróun þegar við erum að láta land undir íbúðir á íþróttasvæði í hverfi og mér finnst það skjóta skökku með þær upplýsingar sem við erum að fá hér. Það væri svo auðvelt að tvinna saman lýðheilsu og starf íþróttafélagana miklu betur. Þarna á svæðinu eru teknað 2 nýjar stúkur sem eru nýttar mjög takmarkaðan tíma, stóra afreksvöllur fyrir knattspyrnu, knatthús, gervigrasvöllur fyrir knattspyrnu, æfingavöllur fyrir knattspyrnu, engin hlaupabraut. Samt ég að þjálfa 100 krakka og margir þeirra krakka sem koma til mín og veit ég í aðra deildir sem að eru ekki vinna mikið afreksmennsku heldur þáttöku allra þurfa á allt annari aðstöðu halda og gætu nýtta með skólum. Það verið þrengja skólum í hverfinu, lóðum í kringum skóla. Þannig ég vona að okkur beri bara gæfa til að nýta svona stórt hverfi eða stórt svæði í hverfinu til lýðheilsu og íþróttastarfsemi ekki íbúðabyggð. Þetta snýst ekki um peninga. Takk hérlega. Það síðasti spurningi þarna og bara helst stytta máli, við höfum svo lítinn tíma núna. Sæll, ég heiti Dagur, ég í 10. bekk Hlíðaskóla og vildi ég þakka þér innilega fyrir þessu kynningu af því að hún hjálpaði okkur mjög mikið með lokaverkefni okkar í skólanum. Og ég var nú ekki með inn rosalega mikla spurningar en ég ætlaði bara að segja að ég lít mjög mikið fram til þess að taka viðtal við þig á miðvikudaginn. Takk hérlega fyrir. Við bregðast við þessum 3 síðustu. Já, ég sko bara
ég hef heyrt þetta oft áður og ég veit að þetta allir staðar. Ég var að nálgast þetta hérna frá svona einu starra samhengi sem segir okkur það að íslenskt íþróttastarf að mörgu leyti mjög gott miðað við mörg löndin í kringum okkur. En það þýðir ekki það að það sé fullkomið, það þýðir ekki það að það sé ekki margt sem þarf að bæta og sérstaklega börna, sérstaklega minnihlutahópa og sérstaklega þá sem ekki sterkir eða vilja ekki þessar afreksáherslur og þetta eru búin að vera krefjandi verkefni íþróttahreyfingarinnar og ekkert endilega alltaf lausnir við vegna einhverjum, en þetta að sjálfsögðu það og ég ekki að gera lítið úr þessu, bara það komið skýrt fram. En almennt séð í þessu stóra samhengi þá litið á það að við séum að gera góða hluti mestu leyti og það var kannski skilaboðin sem vildi koma fram en það ýmislegt að sjálfsögðu sem gerði. Takk kærlega fyrir Gunnar eða Stefán, viljið þið segja eitthvað? Nei. Þá bara þakka ykkur Viðar, Gunnar og Stefán innilega fyrir frábær erindi og innlegg. Þetta hefur verið einstaklega áhugavert og ég þakka ykkur öllum fyrir að koma. Það boðið hér upp á veitingar frammi en bara stafsökunar á hvað þetta hefur aðeins dregist. Það bara vegna þess að þetta svo áhugavert. En nú þá þessari röð, Bestu börnin lokið. Þetta hefur gengið alveg einstaklega vel og ég vil þakka öllu starfsfólki Háskóla Íslands sem hefur komið að þessu að skipuleggja þetta og ekki síst þakka öllum sem hafa komið hér og flutt erindi og þau eru bara öll á YouTube á Háskóla Íslands ef þið hafið mistað einhverjum. En kærar